Getur þú lýst eitthvað með tilfinningum bara eftir leik? Já, það er svona blendið. Við eigum rosalega erfiðan fyrri hálfleik. Stjarnan fannst mér frábærir. Spilið þeirra gekk upp og við svona einhvern veginn vorum alltaf á eftir í allt. Fengum reyndar eitt dauðafæri. Við byrjum leikinn mjög vel og fáum setjum pressa og fáum dauðafæri svo sem þeir bara taka yfir og bara gefa það. Þeir spiluðu virkilega vel. Síðan alltaf breytist leikurinn. Ég meina þeir fá rautt spjald og eðlilega þá sitjum við á boltanum og ég er virkilega ánægður með annað hálfleikinn. Við gjörsamlega liggjum á þeim með 100 fyrirgjafir og skorum mark og 20 og horn. Ég er ekki búinn að skoða tölfræðina en við gerum það sem ég vill að við gerum og bara því miður þá skorum við bara 1 mark. Við vildum fá víti, virðist allir sjá að boltinn fari hendina á honum en aftur ætla ég að segja eitthvað meira, þeir eru búin að sjá þetta á vídeói. Þannig að þú veist, já, við gátum unnið leikinn en ánægður með seinni hálfleikinn, ekki ánægður með fyrri og við tökum þetta stig. Ef við segjum við að Samúel Kári er búinn að segja hérna á myndavél að hann fékk hann í höndina, hvað finnst þér þá um myndatökk? Já, bara dómarinn sá það ekki. Ég er búinn að tala við hann, útskýrði bara sitt mál, hann fannst að fara í hausinn á honum. Þá var bara eitt við því að segja, það er súrt fyrir okkur en þú veist, ég hef enga trú öðru en að dómarinn voru bara að reyna að taka rétta ákvörðun og ef það er rétt sem þú segir þá því miður var að vitlaus ákvörðun en þú veist, ég ætla ekki að spá því, ég ætla frekar að spá því hvað við þurfum að gera á bætökur en líka hrósa liðinu fyrir karakter, það er erfitt að lenda undir og einhvern veginn já, svona aftur komum við tilbaka og þó það hefði átt að vera 3 stig þá tökum við þetta eina með okkur. Þegar Alex fær rautt, sérðu það atvik vel? Já, ég sé bara hann að fara, hann fer helviti grimt í tæklinguna og ég veit ekki nákvæmlega hvar hann lendir í markmannum okkar en þetta var það gróf tækling að maður svona hugsaði hvort yrði gult eða rautt og hann dæmdi og gaf hann rautt spjald. Segjum að þeir hafi fengið annar rautt, ég veit þetta er mikið ef og hefði en hefur ekki fulla trú að KA hafi klárað hann leik? Jú, eðlilega 2 fleiri en eins og segjum, mér fannst við gera vel í seinni hálfleik, 1 fleiri. Við gerðum nóg til að vinna leikinn, það tókst ekki. Þeir vörðust vel í boxinu, markmaðurinn varði vel og við skjótum í sláinn niður og eigum að fá víti samkvæmt þér, þannig að þú veist, ég er bara ánægður með það. Þannig að það er það sem ég tek með mér í fríið. Er eitthvað svona léttistilfinning líka að þetta mark hafi þó komið? Já, maður hugsaði á tímabilið, þú veist. Ætli við náum þess ekki, þannig já, vissulega er stór munur að ná jafntefli versus það að tapa. Og bara ánægður með strákana, þeir héldu allan tímann áfram, þeir misti ekki hausinn, við létum bolta ganga hratt, vorum svona rólegir í hausnum og já, inn fór boltinn sem betur verið. Staðan á KA eftir 10 fyrir þessi viðsnúningur eftir að leika á móti Fram í bikarnum, hvernig svona metur stöðuna? Bara ánægður, virkilega ánægður. Ég sagði henni mörgu viðtölum, veturinn var erfiður, vorum með 9-11 meita og mistum góða leikmenn, áttum erfitt með að fá okkur í staðinn, þannig að við komum svolítið haltrandi inn í tímabilið og fengum skelli, áttum mikið af erfiðum liðum til að byrja með og svo bara erum við búin að vinna okkur vel út úr þessu. Nú erum við heldur séum með 7 stigum meira en vorum í fyrra eftir jafnmarga leiki, það var ekki frábær staða, þannig að deildin er bara að spilast aðeins öðruvísi, það er einhvern veginn rosalega jöfn deild og allir virðast geta unnið alla, rosa mikið heimasýrum. Þannig að við erum bara á ágætis stað og þurfum bara að halda áfram að bæta okkur. Hvað er hjá Viðar? Hann fekk bara eitthvað aðeins aftur en læri í gær, hann verður klár bara eftir viku 10 daga. En hvernig með Daginga? Hann fekk í náranum daginn og ég rekna líka með að hann verður klár þegar við byrjum aftur. Ég er svo upp í fjölmiðla aðstöðu að Stubbur sé að fara í einhverja myndatöku, hvernig er staðan á honum? Ég veit bara ekki hvernig staðan á honum, hann fann eitthvað aðeins til í uppbytun fyrir afturningarleikinn og kláraði hann og svo fann hann meira til eftirleikinn, þannig að við ákveðum bara að taka enga áttu með hann og gefa hann þá bara þennan tíma núna og fríð og sjá hvernig það verður þegar það er búið. Ánægður með William? Já, bara stendur sig vel, hann kemur seint inn, ungur markmaður og bara virkilega ánægður með hann. Við höfum ekki tapað leik með honum, þannig að bæði í vetur, hann spilaði leiki í vetur og núna bikarinn og nú 2 í deild, þannig að bara flottur strákur og flottur karakter og bara búin að gera vel. Takk fyrir þetta. Takk fyrir.